Það föstudagur og maður alltaf svona frekar tómur í fucking hausnum og svo þegar kemur laugardagur, seinasta æfingin, þá maður svolítið búinn en þá veit maður allan að þetta búin að vera góð vika og góð æfingavika, nóg að gera. Það bara, við erum að taka 10 mínútur í teygjur. Hvað í fokkanum að gera? Já, aftur, eins og ég var að segja. Það sem mikilvægast þetta system. Við erum að þróa eitthvað system, við erum að vinna í einhverjum ákveðnum hlutum. Þessi dagur svona, þessi dagur svona. Og yfir vikunar, það bætist alltaf meira við. Meira. Byrjum í kannski bara 15 mínútur straight á púðanum. Svo kannski 4 lotur þarna, svo kannski 6, 8, 10, 12. Endan á kampinu, þá bara allt á fucking milljón. Og svo síðustu vikuna bara teipurum við niður. Sjáðu það. Svo eitthvað monsterdósi minn að segja. Hann svo real maður. Það sem skiptir máli sko. Maður sáttur með það sem maður hefur. Af hverju að teygja. En gott að gera kannski smá að því. Ég var að mæta hérna fyrir hálftíma. Ég alveg búinn að pissa svona 10 fucking sinnum. Þetta verður mjög krefjandi en mjög skemmtilegar vikur framundan. Ég fíla alltaf þessi manneskja sem ég verð þegar ég fer í þetta mót. Á bara eina sem ég að hugsa, ég bara æfa og þetta alltaf ógeðslega brútal og erfitt en ég að verða betri með því. Alltaf erfiðustu tímunum, erfiðustu trainingskampin, allt þetta, ég hef alltaf komist í gegnum þau lifandi, alltaf betri en það sem ég byrjaði. Þannig að það segir svolítið margt þegar hlutinni verða erfiðir, þá kemur maður alltaf út. Ef maður getur komist í gegnum þetta lifandi, verður maður oftast mikið betri heldur en það sem maður byrjaði. Þannig að mér finnst það sem þetta snýst allt á endanum. Komast í gegnum þetta allt lifandi, heilbrigður, góður, til Finnlands og svo bara fucking hafa gaman að þessu. Förum hana út, förum að keppa móti heimanni og verðum bara fokkunum upp. Fyrir fram með hann, fyrir að kýla hann bæri, bóm! Með hann í bodyið. Ég held að við stoppum hann svona 3-4 lótu. Ég held að við brjótum hann niður með bodyshotum og ég held að hann verði þreyttur í svona 3-4 lótu og ég held að hann muni ekki vilja meira. Ég held að hann muni bara gefast upp og það bara það sem ég plana að gera. Ég plana á að þreyta hann, brjóta hann niður þangað til hann vill ekki vera þarna inni og ég held að hornið hans muni annað kasta inn handklæðinu eða hann muni bara stoppa þetta. Hann muni ekki geta meira. Þannig að ég held að það sem mun gerast. Og ég manifesta, ég sé þetta fyrir mér að hverju með þessa degi. Ég sé nákvæmlega fyrir mér, ég veit nákvæmlega hvernig það mun fara. Nákvæmlega hvernig allt mun verða. Og það bara hvernig það mun vera. Þannig að, já, einu önnur æfing kemur okkur nær þessu. Og hlakka til að leyfa ykkur að fylgjast með.